Samið hefur verið við 3 aflandseyjar upplýsingaskipti. Fyrrverandi ríkisskattstjóri segir samninginn koma að takmörkuðu gagni. Hagur Íslands af útrásinni var sáralítill, segir fyrrverandi ríkisskattstjóri. Tekjum og arði hafi verið komið undan í erlendum skattaskjólum. Falið eignarhald og skattaskjól. Þannig lýsir fyrrverandi ríkisskattstjóri Indriði H. Þorláksson eignarhaldi félaga skráðra erlendis á hendi Íslendinga. Hann segir tilmæli OECD herta löggjöf hafa fallið í grýtan jarðveg hjá hérlendum yfirvöldum. Málið segir hann brýnt. Ég held að við sýnt í þeim sviptingum sem hafa hérna á síðustu mánuðum að sú þörf hafi ekki minnkað. Indriði segir 80 milljarða króna hafa verið greidda út úr viðskiptabönkunum 3 sem arð- og launagreiðslur, aðeins lítill hluti hafi verið skattskyldur. Í skýrslu fjármálaráðuneytisins skattsvik frá 2004 eru tillögur að breyttri löggjöf sem enn hafa ekki náð fram að ganga. Menn hafa misjafnt mat á hlutunum og þar við situr í þessu máli. Nágrannalöndin hafa öll farið að tilmælum OECD lög sem fela í sér aukna upplýsingaskyldu. Þessi tilmæli eru náttúrulega ekki bindandi og það náttúrulega háð mati hvers lands fyrir sig, hvað það gengur langt og hvað það telur nauðsynlegt að gera hjá sér. Þótt samið hafi verið við Mön, Jersey og Guernsey aðgangað upplýsingum segir Indriði samningana litlu skila, lögin skorti. Fjármálaráðherra segir næst verða samið við eyjar í Karíbahafi. Tilgangurinn með þessu að fá þessar upplýsingar og geta byggt á þeim í þeim skattarannsóknum sem við erum að vinna að.